Margrét Stefánsdóttir var 49 ára gömul þegar hún lenti í reiðhjólaslysi hjálmlaus. Afleiðingarnar voru mikill heilaskaði á vinstri hlið heilans. Fyrir slysið var hún grunnskólakennari en í dag er hún bundin við hjólastól og hefur aldrei verið söm eftir slysið. Þó er alltaf stutt í glens og gaman hjá henni, enda fjölskyldan stutt við hana í gegnum súrt og sætt. Margrét þarf mikinn stuðning í daglegu lífi en hún býr í eigin íbúð og fær aðstoðarmenn heim. Já. Var mamma keypti nýtt hjól og, 9 ára. já, og bróður okkar fór að ná hjólið með henni og Já. hún fór beint til vinkonu sinnar Já. og glemdi hjálminum heima. Já. Og svo þegar hún var að hjóla heim frekar seint kvöld og þá datt hún sem sagt með þeim afleiðingum að hausinn á henni skelltist í gangstéttabrún og heilið. Já, hún lendir á hægri hlið hausins. Já. Hérna. Og það var svo mikið högg að heilinn kastaðist til og vinstri hliðin var fyrir mestum skaða. Það var mikið bólgur í heilunum og þá þurfti. Bólgu. Já. Hún var alveg Þannig að Anna kom að sjá allt læknisfræðilegt. Já, hún er svo mjög heppin að það var komið að henni bara stuttu eftir á hún datt og það liður bara svona 5 mínútur þangað. Já. Til að sjúkrabíll kom sem sagt. Já. Það bara liður svona 5 mínútur eftir á hún datt þangað til að það var komin sjúkrabíll á staðinn. Og Hvað fann henni upp á spítala? Það var rokið beint í aðgerð. já, hún var sem sagt sendið í myndatöku fyrst til að gá hvað hefði komið fyrir. En þeir föttuðu bara í miðri myndatöku hvað það var alvarlegt, að það var bara tekin úr myndatökunni og send beint í bráðaaðgerð. Já. Þar sem það var í raun og veru, hún var skorin upp til þess að létta af þrýstingnum í heilann. Já, þannig að höfuðkúpan var. Já, þetta er. Og, já, það var höfuðkúpan úr opinni, tekin eða ekki úr. Það var brot úr höfuðkúpunni tekið úr. Já. Er ég byrlað? Já, það var ekki strax. Ok. Já, það var sem sagt, þessi aðgerð tók svona 3 tíma og það var farið með henni upp á gjörgæslu eftir á. Þar sem hún var kæld niður líkamann á henni til þess að svona í raun og veru minnka alla líkamsstarfsemi, hægja á henni. Já. Já, og hvað svo? Hættu. Svo var hún bara mjög svona stabíl fyrstu dagana. Já, hún var í dái. Já, hún var í dái. Og þangað til að það raun og veru já, hún var tengd við fullt af tækjum. Já. Þannig til að byrja með til að mæla líkamshita og blóðþrýsting og blóðflæði. Það mátti ekki koma við hana. Það valda neinni örfun. Já, en bólgun í heilanum var sem sagt haldið niðri með þessari kælingu og lyfjum. Hún var í dái í svona rúmar 3 vikur. Já. En það kom að því að í raun og veru bólgan var bara meiri og heilin var ekki að fá neitt súrefni, þannig að það var tekin ákvörðun að sem sagt, það var tekin aðgerð og það var tekið smá af höfuðkúpunni til þess að létta ennþá meira af þrýstingnum. Og þá mátti hún ekki liggja á vinstri hliðinni alveg í frekar langan tíma, en það var að bara meðan beinið var ekki og já, svo er það sett aftur á. Já, hún fór sem sagt í og þá opnaði hann augun. Já, þá byrjar hún að sýna aðeins meiri svona viðbrögð og lyfti augabrúnunum, hreyfði nefið. Já, við sýnt hvernig hún lyftir augabrúnunum. Varst þú svolítið pirruð? Já, hún sýndi voða lítið af tilfinningum kannski fyrst. En jú, það var mjög gott að hún byrjaði að sýna svona pirring kannski 1,5 mánuði eftir slysið og var mjög reið. Þegar hún var á spítalanum þá var oft gert svona taugapróf. Og hún var ekki að svara því kannski nógu vel. Til að byrja með að því að það skattaðist í heilanum í raun og veru margar svona taugafrumur, svona hreyfli taugar. Til að byrja með gat hún ekkert hreyft vinstri hliðina þegar hún byrjaði að hreyfa sig eitthvað.
þá gæti hún ekkert hreyft allavega vinstri hliðina, hún var bara alveg lömuð og er ennþá með alveg mjög skerta hreyfigetu í vinstri hliðina í dag. Nei. Það er verið með að hreyfa vinstri hliðina. Þú getur farið upp með hægri. Og svo er hægri Nei, betur. ekki nota hægri. Svindla. Svo fer hún á Grensás svona 2 mánuðum seinna, Já. þar sem hún fer í mun meiri æfingar. Já. En hún er ennþá tengd við þá svona sondu og fær ennþá mat í gegnum túbu sem fer gegnum magann. Og þú byrjaði líka að fara í svona líkamlega endurhæfingu, þarna niðri. Já, og fór í svona standliftara Og eitthvað sem var svona, og gera alls svona standback. litlar æfingar, já. Og margar æfingar voru gerðar bara í rúminu sem bara til að liðka alla útlimi og hún var held í æfingum alveg 2 á dag. Fór í talþjálfun, hún fór í... Það er mikið. Já, hún talaði Já, svona. en hún gæti ekki að tala með til að byrja með þegar hún var með túbuna ennþá í hálsinum. En leið og losnaði við hana þá byrjaði svona að reyna að tjá þig Já. og það byrjaði með hana grátköstum og pyrringsköstum. Já. Svo byrjaði að koma svona stutt orð eins og já og nei. Já, og svo kallaði hann alltaf allt orðið. Nei, hvað var það? Dótið. Dótið. Kallaði allt dótið, hún bara, ef hún Hún baði rétti um mig eitthvað dótið, mér langar í dótið. Já. Dótið. og hún raun og veru kallaði alla bara konuna, maðurinn og börnin. Glemdi svolítið orðum Það nöfnin og fóru nöfnum, alveg. já, það var tókulega smá tíma fyrir hann að læra nöfnin okkar og allt. Já. En svo, Já, svo var hann bara tilbúin að fara annað. Hvað? Hei. hún breyttist mjög mikið eftir slysið. Hún er auðvitað bara í raun og veru mjög ólík sér. En hún er ennþá með sama húmórinn. Já, ennþá með sama húmór. Eða kannski aðeins meiri. Hann er svona orðinn aðeins svona víðari, húmórinn hennar. Nær til fleiri aldurshópa. Það er ekkert það mikið sem, það er hvað, nei, þú nærð bara þetta seinna. Þú veist, það er ekkert það mikið af persónueinkennum sem haldist frá fyrir og eftir slysi. Af því að hérna, hún var alltaf, þú varst kennari í Melaskóla, mamma. Já. Ok, og mjög klár, kennari. Já. Lang best. Ekki með Já, lang best í Melaskóla. Og já, þannig að ég held að segja eiginlega bara húmórinn og hreinskilnin kannski. Já, mjög. Er þú góð vatn?